Þannig að við skulum demba okkur í textan í dag sem 1. Korinthubréf 7, 6-16. Hér skrifar Páll, við skulum hafa tíma á þessu. Þetta segi ég í tilhliðrunarskyni, ekki sem skipun. En þess óska ég að allir menn væru eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðagjöf frá Guði, einn þessa og annar hina. Hinum ókvæntu og ekkjunum segi ég að þeim best að halda áfram að vera ein eins og ég. En hafi þau ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband, því að betra að ganga í hjónaband en að brenna af girnd. Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég heldur Drottinn, að konan skuli ekki skilja við mann sinn, en hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin, og að maðurinn skuli ekki haldur skilja við konuna. En við hina segi ég, ekki Drottinn, ef bróðir nokkur á vantrúaði konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. Og kona sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka að búa saman við hana, skilji ekki við mannin. Því að vantrúaði maðurinn helgaður í konunni og vantrúaða konan helguð í bróðinum, annars væri börn yðar óhrein en nú eru þau heilug. En ef hinn vantrúaði vill skilja, þá fái hann skilnað. Hvorki bróðir né systir eru þrælbundin í slíkum efnum. Guð hefur kallað ykkur að lifa í friði. Því að hvað veist þú, kona, hvort þú muni geta frelsað manninn þinn, eða hvað veist þú, maður, hvort þú muni geta frelsað konuna þína. Enn og aftur þá elska ég að vera kirkja sem fer í gegnum Biblíuna, út af því að ég hefði aldrei ákveðið að segja, heyrðu, þetta góður sunnudagur til þess að tala um skilnað. Þannig að ég ætla bara að koma upp og ég ætla að tala um skilnað og ég ætla að uppbyrjast í trúnni og labba út með bros á vör og hjónaband og annað þess. En hvað í ósköpunum hjónaband? Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur að fara í gegnum Biblíuna eins og við erum að gera, og þetta gefur okkur biblíulegt sjónarmið á allt lífið, út af því að Biblían talar um mjög margt sem að gerist í lífinu, á sér stað í lífinu. Og í dag þá erum við á tímum þar sem að, eins og núna bara í seinustu viku, þar sem að Brangelina ekki lengur Brangelina, heldur Brad og Angelina. Þannig að, ef þið vissu það ekki, Brad Pitt og Angelina Jolie voru að skilja núna í vikunni. Ég eini sem að lesa slúðurblöðin. Ég heyrði þetta nefndir á BBC World News. Ég vissi ekki eins og að þetta væri frétt, en allur heimurinn brotinn yfir því að Brad Pitt og Angelina Jolie ekki lengur gift. Nú, ég man þegar ég var aðeins yngri, þetta var nú ekki það langt síðan, en þá var til dæmis skandallinn við því að Kim Kardashian gifti sig. Og skandallinn var ekki svo að hún gifti sig heldur, giftist hún manni sem hún var gift í 72 daga áður en þau ákveðu að kalla hjónabandið af og að hætta að vera gift, að sækja skilnað. Og það var skandallinn. Og ég man að á þeim tíma þá var ég byrjað að vera svolítið meira kristinn í hugsun, og mér fannst merkilegt það að fólk var með svona óskilgreind skandallskala. Einhvern veginn, út af því að þegar fólk var að tala um skilnaðinn sem að Kim Kardashian var að ganga í gegnum, þá var skandallinn ekki sá endilega að hún skildi við manninn sinn, heldur það að hún skildi við hann eftir 72 daga sem var skandallinn. Þannig að ef það hefði verið eftir 6 mánuði, hefði það kannski verið minni skandall, ef það hefði verið gerst eftir 3 eða 4 ár, kannski 7 ár, þá var þetta bara svona típist. Ef hún hefði gert þetta svolítið eins og Brangelina gerði þetta, eftir 7 ár eða hvað sem það sem að þau eru búin að vera gift, að þá það ekki skandall, þá það bara sorgarsögur. En við búum í samfélagi það sem að eiginlega að byrja að horfa á skilnað, að hjónabönd eyðileggist og aðilar ákveði að lifa ekki með hvort öðru, og þeir horfa á það sem í rauninni bara frekar venjulegan hlut. Það nánast ekki helmingur eða aðeins meir en helmingur af hjónaböndum sem enda í skilnaðum. Við búum á landi þar sem að ég hugsa oft hvernig það verður fyrir sagnfræðinga að skrifa um Ísland eftir 2000 ár. Hvernig í ósköpunum eiga þeir eftir að fatta hver var pabbi hvers og annað eins. Og það verður komin í, til dæmis, ég átti nokkra vini sem átti 3 pappa. Það var pabbinn sem að þau voru komin af, og svo var það pabbinn sem þau óldist upp með, en svo skildi hann við mömmuna og fór að halda við ykkur aðra konu, og svo kom annar pabbi og þau voru svona með 3 pappa, konum mér 2 mömmur, og ég hef oft pælt í því hvernig það verður fyrir sagnfræðinga að skrifa um ætt
ættliði eftir 2000 ára á Íslandi. Ég held að vera algjör hausverkur út af því að það fullt af pöbbum og fullt af ömmum og annað eins. En í predikunni í dag þá erum við að tala þessa 3 punkta sem að Páll leggur fyrir okkur í textunum í dag. Númer 1 er skírlífi, eins og kemur fram í versum 6-9. Er þetta nógu stórt hann uppi það? Sjáu, getið alveg lesið? Nei, þetta er alltaf lítið ekki fyrir einhverja. Ok. Númer 2 er skilnaður. Þar fer hann í vers 10 og 11 og svo 3. punkturinn er skírn, 12 til 16. Þannig að þessi 3 punktar skírlífi, skilnaður og skírn. Og skírn er kannski ekki besta orðið en það byrjaði á S og mér finnst það passa vel. Það gæti alveg virka sem orð þannig til að lýsa þessu. Enn og aftur þá er það svolítið merkilegt að Páll fer aftur að tala skírlífi. Þannig að við erum búin að fara í gegnum kapla 6 og kapla 7 og hann er búin að nefna skírlífi nokkru sinnum á nafn. Það gæti þótt frekar skrítið á Íslandi í dag þar sem nánast enginn býst við að einhver aðili ætlar að lifa lífi í skírlífi. En útskýring á af hverju hann er að tala skírlífi, sérstaklega við Korintumenn, kemur seinna í kapla 7. Þannig að við förum ekki mjög djúpt út í þennan fyrsta punkt hér í dag. En sú predikun kemur seinna í kapla 7. En eitt er augljóst fyrir það fyrsta, frá fyrsta versinu í dag, er að Páll horfði á þetta sem gott ráð. Ekki sem skipun, ekki til að neyða fólk eða segja að fólk ætti að lifa skírlífi, heldur sem gott ráð. Og þetta fer svolítið á móti því sem að margar kirkjudeildir hafa gert. Að margir hafa sagt, þú ættir, til dæmis ef við tökum sem dæmi bara kaþólska kirkjan, ef þú ætlar að gerast prestur í kaþólsku kirkjunni, þá hefur búist við að þér, það er búið að setja reglu sem er nánast horft á hana sem eins og regla Guðs, að ef þú ætlar að vera prestur, þá átt þú ekki að eiga eiginkonu, þá átt þú ekki að eiga fjölskyldu, þá átt þú að lifa skírlífi. En það sem við sjáum Pál vera að tala hér í fyrstu versin okkar í dag, versi 6, er að hann horfir á þetta sem gott ráð fyrir Korintumennina. En ekki sem reglu fyrir alla kristna til þess að horfa á. Og enn í samhengi við skírlífi, þá nefnir Páll punkt sem er áhugaverður. Í versi 9 þá segir Páll, betra er að ganga í hjónaband en að brenna af girnd. Og hér er Páll að segja að ein gjöf Guðs með hjónabandi er það að í hjónabandi þá höfum við tæki til þess að díla við þann losna og þá girnd sem á sér stað. Að hjónaband geti hjálpað til við óguðlega girnd og hjónaband er miklu meira heldur en gjöf til þess að berjast við óguðlega girnd en þó ekki minna en það. Þannig að það eru svona 2 hliðar á málinu, eini sem segja hjónabandgerðurinn er voða lítið til þess að díla við losta og til þess að díla við girnd og aðrir sem leggja alla áherslu á að ef þú ert að díla við losta, ef þú ert að díla við girnd, þá er hjónaband aðalmáli fyrir þig og þú ættir að ganga í hjónaband til þess að díla við þá girnd. En hjónaband er miklu meira heldur en bara að díla við girnd, en þó ekki minna heldur en það að það hjálpi okkur að díla við girnd. Og hluti af því að gefast hvort öðru í hjónabandi er að gefast hvort öðru í að hjálpa hvort öðru, að yfirstiga girnd, yfirstiga losta og að njóta hvers annars vel og að elska hvort annað vel. Og dæmi koma upp í hugan til dæmis af kaþólsku kirkjunni sem hefur gert þetta að reglu, í rauninni banna prestunum sínum að gera þetta, að lifa, þeir þurfa eða ætla að vera prestar að lifa í skírlífi og ávöxturinn af þeirri óbiblíulegri reglu hefur verið viðbjóðslegur í gennum árin. Auðvitað eru menn sem ákveða að gera þetta en því miður eru fullt og nóg af sköndulum sem við getum horft á í gennum tíðina sem hafa gerst og því að fólk hefur gert óbiblíulega reglu að reglu Guðs. Að þeir hafa sett sig og sagt, ég ætla að segja þér að haga þér ósamkvæmt því sem Biblan segir. Og meðan Páll, eins og við sjáum í versi 6 í dag, hann horfir á ekki sem reglu Guðs fyrir alla þá sem ætla að fara í þjónustu eða fyrir þá sem eru kristnir, heldur segir hann að þetta er góð hugmynd. Þetta er góð skipun, ef við ætla að gera þetta. Og í hjónabandum þá er ekki eina svarið að loka ágirnd. Það sem er mjög magna við hjónaband, að þetta vest það bendur okkur á að í hjónabandum þá fáum við að girnast vel. Að girnd í sjálfum sér er ekki slæm. Og það er það sem þegar við komið að kirkjunni að tala til dæmis kynlíf yfir margan áratug, þá hefur það gerst illa út af því að það hefur talað það sem slæman hlut liggur við. En það sem að Biblan kennir okkur hér er að girndin í hjónabandi, þá fáum við að beina girndina að maka okkar. Þá fáum við að girnast á guðlegan hátt.
Og auðvitað þá hjónaband ekki svarið við öllu og ein gjöf Guðs til þess að hjálpa við geind og losta hjartans að njóta hvers annars þannig, en í hjónabandum þá ekki eina svar að loka við geind, heldur að beina geind okkar að maka okkar. Að búa í heimi, að leitast eftir að hafa augu og hug sem snýst maka okkar. Að elska Guð okkar vel og í því að leitast eftir að elska Guð okkar vel, að elska maka okkar vel og að hafa augu sem gefa athygli að koninni eða kallinuðinum og hafa hug sem leitast eftir að þjóna og gefast og elska maka sinn vel. Þannig að geind ekki slæmur hlutir, þannig að það sem fagurt við hjónaband að það sem að heimurinn hefur oft eyðilagt geind, að í hjónabandi getur eitthvað sem var óguðlegt orðið guðlegt þegar geindin beinist að Guðinum og koninni eða kallinuðinum. Að í hjónabandinu þá fáum við að girnast og við fáum að girnast vel. Og hjónaband ekki einungis tól til að beljast við óguðlega geind en þvílík blessun sem hjónabandi til þess að njóta hvers annars og til þess að hjálpa okkur þau að díla við í heimi sem að segja í rauninni. Það allt í markasetningum til dæmis snýst að fá augu þín til þess að beinast að öðrum konum eða körlum. Að við sjáum ávöxtinn að lítið hort á það að fólk gefist einni mannesku allt sitt líf. Það eiginlega bara skrítin tilhugsun. En við fáum í hjónaböndum okkar að njóta hvers annars þannig að við getum hjálpa hvort öðru að díla við geind okkar, þannig að það sem var óguðlegt getur orðið guðlegt þegar við elskum vel. Og ástæðan fyrir því ég nefni þetta aftur út af því ég vil ekki að fólk hugsi ég díla við geind sem þýðir að ég fer út og finn næstu konu og ég giftist. Það ekki það sem Biblan hefur verið að segja hjónaband og það eiginlega svolítið hluti af því textanum sem við erum að díla við í dag. Fyrir það fyrsta þá synd okkar. Vandamálið ekki bara hvað við getum gert. Til dæmis ef þú ert morðingi, þá vandamálið ekki það að þú þurfir bara að læra að stjórna höndunum þínum. Það sem að vandamálið hjartað þitt. Og það sem við þurfum að díla við, ef við ætlum að díla við synd okkar, ef við ætlum að díla við losta, ef við ætlum að díla við girnd, ef við ætlum að díla við að þú sért alltaf að stela eða hvað sem það að þá það ekki bara að þjálfa hendur þínar eða augu þín til þess að horfa á réttu hlutina eða nota hendur þínar rétt. Heldur vandamálið að eðlunum til þú, hvernig hjarta þitt hvernig eðlið þitt Þannig að þegar við dílum við synd, þegar við dílum við girnd og losta á annað eins, þá það ekki svarið við öllu að gangi í hjónaband og þegar þú ert ennþá að díla við hjartans vandamál sem okkar. En hjónaband það hjálpar í að berjast á móti óguðlegri girnd, en það ekki aðal tilgangur þess. Ég var að hugsa þetta, hvað væri gott dæmi ef að Dagur til dæmis myndi koma á samkomu næsta sunnudag og hann kæmi keyrandi á Mercedes G-klass. Veit einhver hvað G-klass Mercedes ég eini sem ok, já, ein, amen. Mercedes G-klass svona rosalega kassalagur jeppi sem Mercedes framleiðir. Mér fannst það alveg töff, þangað til að ég spurði einn gæja sem var í Smáralindinni að sýna jeppan hvað hann kostaði, þá kostaði hann 27 milljónir, ef ég man rétt, sem nánast jafn mikið og íbúðin okkar. Þannig að ég ákvað að þetta var ekki lengur töff. En segjum svo að Dagur myndi koma næsta sunnudag, hann kæmi inn að blastandi einhverja rapptónlist og kæmi á Mercedes-Benz, hann að Mercedes, hann að G-klass bílnum. Og ég myndi spyrja hann af hverju þú keyrum á G-klass? Hvað að gerast? Og svarið hans væri, ég var á Vafrinu og ég var svona að pæla í að ég þyrfti svona einhvern stað, svona helgarstað sem ég geti sitið niður á, ég geti hugsað og ég geti notið þess að vera einn. Og ég var bara inn í Mercedes umbúðinu á þeim tíma og ég horfði til vinstri, til hægri og þar sé ég G-klass og ég horfi inn og ég sé að hann sæti. Og ég kaupi bara bílinn út af því ég var að leita sæti og G-klass var við hliðina á mér og þá ég komið með sætið mitt sem ég að láta mig dreyma. Ef það var raunverulega svarið hans að ástæðan fyrir því ég keypti 27 milljón króna bíl út af því að mér vantaði sæti til að setjast í, þá myndi held ég fyrst hugsa af hverju ósköpunum varst að kaupa þér bíl sem kostar jafn mikið og íbúð. Í öðru lagi þá myndi ég spyrja af hverju fórstu ekki í IKEA? Af hverju fórstu ekki í IKEA og keypti þér stól fyrir 5.000 kall í staðinn fyrir 27 milljónir fyrir bíl? Og ástæðan var svo að þú þurftir sæti og G-klass með sæti, en G-klass miklu meira heldur en bara sæti.
Hann er framleiddur fyrir miklu meira heldur en bara staður til að sitja í, koma þér á milli, jafnvel fara upp fjöll og annað eins. Af hverju keyptir þér það? Af hverju keyptir þér ekki IKEA? Eins og góður Íslendingur. En eftir að Páll reynir að hvetja Korinthumennina í skillifi, þannig að allt þetta til að segja, þá ekki vera gæinn sem að segir ég er í gild. Og þannig að ég ætla bara að finna næstu konu og ég ætla að giftast henni. Út af því að Biblan sagði, ef ég er í gild og ef ég er að brenna og losna, þá er ég bara að fara að giftast. Það er ekki tilgangur. Það er einn punktur sem að hjónaband þjónar í að hjálpa okkur við gild, en það er ekki tilgangur hjónabands. Rétt eins og hann gat keypt sér stól í staðinn fyrir að kaupa sér G-klass, en G-klass var hannaður fyrir miklu meira heldur en bara sitji. Þannig að hjónaband, ef þú ert að hugsa þannig, ég er að díla við gind, ég er að díla við losta, ég ætti bara að fara að hætta að pæla svona mikið í hverjum ég er að fara að giftast og giftast bara hverjum sem er, að þá er það ekki það sem Biblan er að tala um hér. Hjónaband er hannað fyrir miklu meira heldur en það. En eftir að Páll hann reynir að hvetja Korinthumennina áfram í að lifa skillifi sem getur verið skrítið fyrir sumum, sérstaklega 21. öldinni, þá færi Páll sig í umræðu sem er ekki bara skrítin fyrir sumum heldur að nánast allir finnst það mjög umdeilt. Og hann færi sig yfir í vers 10-11 og það sem hann er að fara að tala um er hvernig Biblian horfir á hjónaband. Hvernig Biblian horfir á hjónaband er mjög umdeilt í dag. Og komandi vers eru þó jafnvel umdeilt af mörgum sem taka Biblian sína mjög alvarlega. En það sem Biblian segir hér í versum 10-11: Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég heldur Drottinn, að konan skuli ekki skilja við mann sinn, en hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við manninn, og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. Og fyrir það fyrsta þá er Páll að minnir á að hann er ekki að bjóða nýja reglu. Þannig að hann segir, býð ég, þó ekki ég heldur Drottinn, þá er hann að segja, Guð hefur sagt þetta áður. Ég er ekki komin með einhverja nýja hugmynd, heldur er þetta eitthvað sem við sjáum í reikningunum. Að Guð hefur hannað hjónaband til þess að vera. Og ef þú hefur talað um Biblíuna við ótrúað fólk, þá hefur líklega lent í því að finna fyrir pressunni sem er að bara slepptu afstöðinni. Slepptu því að horfa svona hjónaband, slepptu því að horfa svona sinn, slepptu því að horfa svona alvarlega á Biblíuna. Ef þú talar við einhverja ókristna, þá hefur þú fundið fyrir þessari pressu. En við þurfum að segja það sem að Páll segir. Ég býð ekki, það er Drottinn sem býður. Það er hann sem að segir, það er hann sem hefur lagt sína reglur, það er hann sem er valdið og það getur verið hlutað við að ég stend, ástæðan fyrir ég stend hér er út af því að þetta er hans orð. Og það sem ég magnað er að þau lest ævisögu Martin Luther, sem er einn af þeim sem byrjaði siðbótinn gagnvart kaþólsku kirkjunni á þinginu í Worms, sem er bær í Þýskalandi. Þá stóð hann fram fyrir valdahöfum Þýskalands og stóð hann fram fyrir valdahöfum kaþólsku kirkjunnar og það var sagt honum að afneita kenningum sínum. Að segja að hann stóð ekki lengur á því sem hann var búinn að skrifa á það sem hann var að segja og hann vissi að þetta gæti vel þýtt að hann væri tekinn af lífi fyrir það, líklegast brendur, lifandi. Og svarið hans við kaþólsku kirkjunni og valdahöfum Þýskalands var þetta: Ég get ekki svikið samvisku mína sem er bundin orði Guðs, svo hjálpi mér Guð. Og sannfæring sem gæti kostað hann lífið. Og sagði hann, það er ekki ég sem segi þetta, það er Drottinn sem hefur sagt þetta og ég stend á því sem Drottinn hefur sagt. Hann sagði það sem Páll er að segja hérna. Ég býð, þó ekki ég heldur Drottinn. Og hann minnir á að áætlun Guðs fyrir hjónaband er ein kona, einn kall, ein lífstíð. Að það sé svona það sem hann hefur ákveðið. Og ef aðili skilur við manninn sinn, þá ætti sá aðili sem skilur að leitast eftir að sættast eða halda áfram að vera ógiftur. Og þetta vekur upp margar spurningar eins og hvað með aðilann sem orsakaði ekki skilnaðinum, aðilann sem sóttist ekki í skilnaðinn, heldur var þarna og var að reyna að elska vel og hinn aðilinn sóttist í að skilja eða að fara frá. Getur sá aðili gift sig aftur? Hvað ef aðilinn getur ekki lengur sótt í að sættast því að hinn aðilinn hefur farið og gifst öðrum?
Hvað ef þú sækir skilnað vegna ofbeldis eða framhjáhalds? Þannig að þetta vekur upp ýmsar spurningar og kannski við förum ekki jafn djúpt og ég vildi í það í predikunni í dag, en ef við tala mér það, þá verð ég til staðar eftir samkomuna. En það lítur út fyrir það að jafnvel bara í þeim versum sem fylgja hér í dag, þessum seinustu 12 til 16, að ef skilnaðurinn kemur frá hinum aðilunum að þú sért ekki lengur bundinn. En hér vil ég heldur ekki gera sömu mistök og það sem farisæjarnir gerðu. Farisæjarnir spyrja Jesú, leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða orsök sem er? Í Mattheusarguðspjalli 19. kafla. Þannig að þau koma fram fyrir hann með spurningu og segir, get ég skilja við konuna mína fyrir hvaða orsökum sem er? Þeir eru ekki að leitast eftir því að útklá Guðs vilja fyrir hjónaband, þeir eru ekki að leitast eftir því að hver er tilgangur hjónabands, heldur hvaða holur eru að finna í skilnaðinum. Hvernig get ég skilja við konuna mína? Hvað þarf ég mikla afsökun til þess að skilja við konuna mína? Frekar en að spyrja, hvað vill Guð með hjónaband? Þannig að hvernig þeir spyrja spurninguna, hvað þeir spyrja er það sem er rangt við hvernig farisæjarnir nálgast Jesú. Og spurningin þeirra var í rauninni, hversu auðvelt er fyrir mig að hætta að vera í hjónabandi við eiginkonum mína. Og Efesísbréf 5, ég ætla ekki að fara á þangað í dag, en 5. kafli í Efesísbréfi, vers 21 til 33, þá sjáum við að tilgangur hjónabands er að endurspegla sögu fagnaðarins. Að hvernig ég er að elska konuna mína á að endurspegla hvernig Kristur hefur elskað kirkjuna og samband kirkjuna við Krist. Að hjónaband okkar er að segja sögu Krist og hans komu til okkar og hans ást til okkar og hvernig hann hefur elskað okkur og ég leitast eftir að elska konuna mína á að elska eins og Kristur hefur elskað mig. Og Kristur, til dæmis í Mattheusarguðspjalli 19. kafla, þá segir hann að þú megir skilja við framhjáhald. Hann tekur það fram að ef hordómur hefur átt sér stað þá gefur hann leyfi fyrir skilnaði. En er réttur þinn, hvað þýðir það að við ættum að gera? Það er eiginlega það sem að mistök farisæjanna var að horfa á rétt sinn og leitast eftir rétti sínum frekar en að elska vel. Þannig að samkvæmt Mattheus 19 þá er réttur okkar þarna. Ef ég skil orð Jesú Kristi rétt í Mattheus 19, kannski er einhverjir ósammála mér, en ef við skiljum orð hans rétt þar, þá höfum við rétt til þess að fara frá maka okkur, þess að hætta að elska, út af framhjáhald hefur átt sér stað. En það sem við eigum að gera sem kristnir einstaklingar, ef að Efesus 5 segir okkur að tilgangur hjónabands er að endurspegla sögu fagnaðarins, þá eigum við að spyrja okkur, hvernig lítur það út? Og muna að Jesús Kristur, hann elskaði mig þegar ég var óvinur hans. Jesús Kristur, hann elskar mig þrátt fyrir að hjarta mitt leiti stundum í ást frá öðrum. Leiti stundum í synd eins og við dílum oft við sem kristin. Við syngjum það, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh take and seal it for thy courts above. Við finnum fyrir því að við drögumst í synd, að okkar eðli er syndugt. Við finnum fyrir lögmáli Guðs og okkar að berjast innra með okkur og Kristur elskar mig þrátt fyrir mína synd. Jesús Kristur, hann dó fyrir mig á krossinum vitandi hversu ófær og ófullkomin ég er. Og mér finnst magnað, þú veist að Efesus 5 segir okkur að endurspeglun fagnaðarins, það er það sem hjónabandið snýst og ég hef þekkt persónulega hjónaband sem hafa gengið í gennum framhjáhald sem átt sér stað og þeir hafa ákveðið að díla við það. Þeir hafa ákveðið að elska hvort annað þrátt fyrir það sem hefur gerst. Þrátt fyrir að margir, og ég skil það vel, ég get ekki ímyndað mér hvernig að ganga í gennum þessar aðstæður, en þrátt fyrir þessar aðstæður og hversu erfitt það var, að þá var einn makinn tilbúin að segja, ég ætla að elska þig þrátt fyrir það sem þú búin að gera. Og það sem er magnað núna er að það eru nokkur ár, sérstaklega þess að eina par sem ég er að hugsa það eru nokkur ár síðan þetta gerðist og það eru fáar manneskjur sem ég get bent til þess að segja, ef fólk vil vita hvernig fagnaðarindin lítur praktískt út, horfðu á þessu hjónaband, horfðu á hvernig þessi maður elskaði konuna sína, horfðu á hvernig þessi kona elskaði mannin sinn, þrátt fyrir klúðrið sem hefur átt sér stað. Og þannig að það sem ég vil segja okkur dag er sérstaklega að taka fram að þegar við erum í gangi í hjónaband þá erum við ekki að leitast eftir rétt okkar, heldur erum við að leitast eftir að gefast vel.
að elska vel. Ef ég á að elska svöfu eins og Jesús Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, þá þýðir það ekki að ég sé að leitast eftir að gefa henni smá svo ég geti fengið tilbaka. Ef að líf okkar á að snúast að sýna hvernig Jesús Kristur hefur elskað okkur, þá höfum við alltaf ástæðu til þess að elska, þrátt fyrir hvað makinn segir eða gerir. Ef við horfum á Krist og við horfum á krossinn, við horfum á að hann hefur sagt við mennina sem voru að myrða sig og segir, fyrirgefðu Faðir, þeir veit ekki hvað þeir að gera. Hvernig hef ég ástæðu til þess að elska ekki konuna mína vel? Hvernig hef ég ástæðu til þess að elska ekki kallinn minn vel eða kona henni? Ég vil ekki alltaf vera að tala frá sjónarmiði karls. En við getum rætt þetta eftir samkomu, en ekki láta hjónaband þitt snúast að ná réttinu fram. Láttu það snúast að elska vel, í að gefast vel og réttur Krist til dæmis. Ef við hugsum bara það, hver var réttur Krist gagnvart okkur? Einhver sem syndlaus hér inni? Kannski, ég vona ekki. Það gott. Rétta svarið er engin rétt upp hönd. Við erum öll syndi. Saga Guðs gagnvart mannkyninu, hefði Guð aðeins leitast eftir rétt sínum, væri saga af dóm Guðs yfir allt mannkyninu. Ekkert okkar á skilið þá náð að við fáum að vera hér í dag og við fáum að syngja að við séum hans börn og hann elski okkur og hann hefur sýnt okkur náð og miskunn. En það er saga fagnaðarins. Fyrir saga náðar hans þá erum við hér í dag og við eigum eilíft líf með honum. Það er sú ást sem okkur ber að endurspegla. Ást sem sækist ekki einungis eftir rétt sínum heldur eftir að gefast hvort öðru. Og í samfélagi þar sem horft á hjónaband sem löglegan samning sem hægt að rífa upp og stíga út úr, þá er kannski gott tækifæri fyrir okkur til að vera öðruvísi samfélagi, að horfa öðruvísi á hjónaband. Með guðlegum augum, kirkja sem biður fyrir hjónaband okkar séu sterk, kirkja sem leitast eftir að gefast vel og elska vel. Og þeir sem eru ógift hér inni, að stíga inn í hjónaband er skref sem við ættum að taka fagnandi, en á sama tíma þá ættum við að taka það með fullri alvöru. Og það sem við erum að gera er að ef þú ert kristinn hér inni, þá horfum við ekki á hjónabandi eins og restina af heiminum. Þetta er ekki löglegur samningur sem er svolítið erfitt að komast út úr. Heldur ert þú í rauninni að segja, ég ætla að elska þig, kona mín, restina af lífinu mínu. Þar til annarkvort okkar hættir að anda. Þannig að við ættum að stíga inn í hjónaband fagnandi því að Guð hefur blessað okkur með góðum maka, en á sama tíma með fullri alvöru að það gæti verið erfitt á tímum að elska. Ef ég ætla að horfa á þetta hjónaband sem verkefni til að endurspegla hvernig Kristur hefur elskað, þá gæti það verið mjög erfitt. Og að horfa á þetta rauninni sem að þegar Jesús talar skilnað þá gera lærisveinar hans merkilegan hlut. Það sem ég langar að gera er í Mattheusar guðspjalli 19, þegar þeir koma til hans, ég langar bara að lesa þessi 4 vers. Ég segi ykkur, sá sem skilur við konuna sína nema sækir hórdóms og kvænist annarri drýgir hór. Þá sögðu lærisveinar hans, fyrst svo er háttað stöðu karls gagnvart konu, þá er ekki vanlaust að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta er ekki á allra færi, heldur þeirra eigna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðurlífi, sumir eru vanhæfir gjörðir af mannavöldum, sumir hafa sjálfan sig gjört sig vanhæfa vegna himnaríkis, sá höndli sem höndlað fær. Ástæða Jesú gagnvart hjónabandi var sú að viðhorf Guðs gagnvart hjónabandi væri svo hátt að það væri ekki fyrir alla. Heldur ættu menn og konur að athuga hvort þau voru hæf í að elska vel, í að gefast vel. Og sumir hafa allt sitt líf aldrei kunnað að elska. Að það eina sem við gerum þegar við förum í sambönd eða það sem við gerum við vini okkar er að leitast eftir hvað hinn aðilinn getur gefið mér. Og þannig að Jesús talar að þannig eru sumir sem hafa aldrei lært að elska frá móðurlífi. Og sumir geta ekki elskað út af því menn eru búin að eyðileggja það. Þegar menn eru búin að kenna þeim að ást sé röng, og aðrir ákveða að gifta sig ekki og lifa skillifi vegna trúarinnar. Svo Jesús segir, sá höndli sem höndla fær. Þannig að spurningin fyrir okkur í dag, getum við elskað vel? Get ég elskað vel? Ef þú ert að pæla í hjónabandi, pældu í því ekki hvað þú getur kreist úr makanum, heldur hvernig þú getur elskað makaðum. Getum við elskað vel?
Og ef við horfum á fagnaðarerindið og ef við horfum á hvernig Kristur elskaði okkur, þá höfum við aldrei afsökun til þess að elska ekki vel. Og hér er ástæðan fyrir því að fólk finnst þessi afstaða gagnvart hjónabandi og skilnaði vera erfið og hvass, er út af því að við búum í samfélagi sem sér ekki gildi í hjónabandi. Þannig að ef ég var labbandi niður Laugaveginn hérna á eftir og ég myndi koma og sjá geitung og ég myndi drepa geitunginn, þá væri flest öllum alveg sama. Og jafnvel sumir eins og kona mín sem myndi fagna mér fyrir að drepa geitunginn og Dagur væri rosalega hneykslaður út af því að ég á ekki að drepa nein skordýr. Ja. En flestir væri svona ekki eins og Dagur og væri frekar alveg sama hvað ég var að gera og aðrir væri fagnandi því að ég væri búin að drepa hana geitung sem gæti mögulega stungið eitthvað. Nú ef aðalinn labbar niður Laugaveginn og það er hundur og hann ákveður að sparka hundudauða, þá er það orðið hræðilegur hlutur fyrir fólki. Að þá er það jafnvel sekt sem geti átt sér, og ég veit að þetta er svolítið grafísk mynd fyrir grafíkina, en ég er að gera punkt, það er ástæða fyrir að þegar þetta gerist, þá myndi fólk hneykslast, jafnvel sekt eiga sér stað, jafnvel sumstaðar í heiminum, ég veit ekki hvort það var á Íslandi, það lítur út fyrir að Ísland gefi ekki fangelsisdóm fyrir nánast neitt lengur, en sumir örugglega einhvers staðar í heiminum þar sem hún myndi fyrir fangelsi fyrir að gera þetta. Nú ef einstaklingur var að labba niður Laugaveginn og myndi drepa mannesku, að þá væri pottet fangelsisdómur, eða kannski, ég veit ekki, 3 mánuðir á Íslandi eða eitthvað laus, eða hvað sem það er. En það eru staðir í heiminum sem að væri dauðadómur að gera það. Og ástæðan fyrir því að þessir 3 aðilar, það er að gera sami hluturinn, það er einhver að drepa aðra lífveru. En ástæðan fyrir að dómurinn þyngist er út af því að gildið í geitungi er ekki sama og gildið í hundi og gildið í hundi er ekki sama og gildið í persónu. Og þannig að gildið, þegar þú brýtur á okkur sem ber meira gildi, ber þyngri dóm. Og þannig að ástæðan fyrir því að við horfum á Biblíuna og við segjum rosalega tekur Biblan rosalega sterka afstöðu, er þetta ekki svolítið mikið, er þetta ekki svolítið hvasst hvernig Biblan horfir á skilnað og hjónabönd og annað eins, held ég að sé út af því að við horfum ekki mjög hátt á hjónabönd í nútíma samfélagi, eins og bara Kim Kardashian 72 daga hjónabandi hennar eða Brangelina Jolie eða Brangelina, hvað kallaði þessi saman? Þegar við vorum eitthvað eitt nafn allavega. Fólk er ekkert rosalega mikið að syrgja það að hjónaband sé slitið, heldur bara hverjir voru að slíta hjónaband. Og ég hvet okkur til þess að endurhugsa hvort þú sér hjónaband jafn miklu gildi og virði og guðgerir. Ég held að það sé svolítið erfitt í nútíma samfélagi sem horfir á ekki með gildi. Og ég bið okkur að horfa með augum Krists jafnvel þegar okkur finnst það erfitt. En það er líka að fólk hugsi hvað ef það verður ótrúlega erfitt? Hvað ef að hinn makinn hættir að elska mig? Hvað ef að hinn ber óvinningu gagnvart mér? Hvað ef að hinn aðilinn ber óvinningu gagnvart trúnni? Hvað get ég verið í því hjónabandi restina af lífinu? Og þá kemur svarið við þeirri spurningu í næstu 5 versum sem við erum að díla við í dag. Og það er titillinn skil. Páll byrjar að segja að það sé hann sem segir þetta, ekki drottinn. Og það sem hann gerir hér í versi 12, hann er ekki að segja, ok, þetta er ekki innblásin ritning, hann er að reyna að segja, þetta hefur aldrei verið sagt áður. Og það því að Gamla testamentið var skrifað til Ísrael sem var Guðs lýður og í Ísrael þá var bannað að giftast fyrir utan Ísrael. Þannig að enginn hefði skrifað lög hvernig þú ættir að búa með maka sem var ekki hluti af þinni trú. Og hver er skipun Páls? Hann er að ef hinum makanum líka það vel, þá skaltu halda því í því hjónabandi. Og seinna í kafla 7 þá mun hann minna á að þeir sem gerast kristinn, að jafnvel þó að allt okkar líf sé breytt, jafnvel þó að viðhorf okkar er breytt og hvernig við horfum á hvort annað og ritningarnar og lífið sjálft er búið að breytast, að þá þurfi það ekki endilega að líta út að við breytum stöðinni sem við erum í, eða staðsetningurinn sem við erum í. Og eins og ég hef sagt áður, þá erum við að horfa á bréf sem er eins og að horfa á svona eina hlið af e-maili. Að þeir eru búin að senda honum bréf, hann er að svara þeirra bréfi og við erum ekki að sjá hina hliðina þar sem þeir eru að spyrjast spurninga og annað eins. En við sjáum svör Páls við bréfinu sem Korintumenn er að senda honum og miðað við kafla 7, vers 1, þá vitum við að Korintumenn eru búin að senda honum ákveðna spurningu og hann er að leitast eftir því í kafla 7
að svara þeirri spurningu. Og þau skrif sem ég býst harðlega við að voru að koma til Páls var þetta nýja vandamál, út af því að nú er trúin og líður Guðs, allir þeir sem eru kristnir, ekki bara að þú ert frá gyðingur, frá Ísrael, heldur í öllum þjóðum. Og nú er að koma upp nýtt vandamál, það að fólk er að giftast og aðilarnir sem þau eru gift, eða þau eru búin að ganga í hjónaband og svo verða þau kristinn og hinn aðilinn er ennþá heiðinn. Hvernig gerist það? Á ég ekki að skilja við maka minn, hann er óvinur minn í rauninni, hann er að berjast á móti trúnni. Og líklegast voru einhverjir að segja, ég er sofandi hjá óvinum. Þú veist, ég er augljóslega ekki, á ég ekki augljóslega að skilja við maka minn út af því að hann er að trúar, hann stundar viðbjóðslega hluti sem að fylgir þeirri trú, á ég ekki að skilja. Og ég hef heyrt hversu erfitt það er fyrir fólk sem er kristið að vera gift ókristnu fólki. Og mér langar kannski á meðan ég hef tækifæri til þess að segja öllum þeim hér inni sem hafa kannski ekki kynnt ritningarna vel, Biblan varar við því að giftast fólki sem eru fyrir utan trúna. Og ég held að tilgangurinn á bakvið að sé út af því að trúin okkar er miklu meira en áhugamál. Þú veist, þetta er ekki meira heldur en hvað ég vinn við. Að trúin mín breytir öllu mínu lífi, breytir öllu mínu hugsunarhætti. Öllum. Þannig að ég hef heyrt fólk tala hversu erfitt það er að vera í hjónabandi þar sem að hinn aðilinn er ekki kristinn. En að vera heiðingi í dag þýðir aðalega, mér er svona eiginlega sama hvað trúin þín snýst um. Mér er eiginlega sama hvað kristin trú kennir og annað eins. En að vera heiðingi þá þýddi í rauninni að þú varst að sammála því að skilja börn úti, til dæmis, til að deyja. Í Rómaveldi var það gert. Ef það var ekki fóstureyðingar, þannig að það kom galli í börnum, að þá var stundum bara lagt þau út, skiluð þau eftir yfir nokkra nætur og þau dóu úti. Og það sem kristnir byrjuðu að gera fyrstu 200-300 árin var að fara út nætur og veiða börnin sem voru skilin eftir og ala þau upp í kristinni trú, börnin sem engin annar vildi. Þannig erum við að tala heiðna menn sem voru í því að slátra dýrum til guða sinna, að stunda jafnvel musteris. Það voru musteris-orgjur settar saman, þar sem að vændiskonur voru til staðar í musturunum til þess að tilbiðja guði, frósemisgyðjur og annað eins viðbjóður. Svo þegar hann segir í versi 14, trúaði konan og bróðirinn helgi vantrúði konuna eða karlinn, þá er hann ekki að tala að sá sem er giftur kristnum einstakling sé orðinn kristinn. Hann er ekki að segja að reglan sé sú að þú ert frelsaður af náð fyrir trú á Jesú Krist, nema fyrir þann sem er bara giftur kristnum, að hann sé kristinn sama hvað. Aðilinn er ekki enn kristinn, en líklegast er Páll að segja að samband ykkar er ekki óguðlegt út af þinni nærveru og börn ykkar ekki óguðleg út af þinni nærveru. Og hann segir, sýndu fagnaðarerindið og elskaðu maka þinn vel, jafnvel þegar það er ótrúlega erfitt. Jafnvel þegar það er ótrúlega erfitt. Því að þú veist ekki, eins og við sjáum í versi 16, hvort að niðurstaðan verður sú að maður þinn eða kona breytist og snúi sér einnig til Krist. Hversu magnað er, eins og það eru meðlimir í okkar kirkju sem erum að biðja fyrir mögum þeirra. Getið ég ímyndað ykkur hversu magnað það er þegar við getum fagnað. Ef Guð leyfir það að maki þeirra komi til trúar. Að við getum fagnað og þau getum komið saman og lofa Guðsinn saman, ekki bara hér heldur eilífð. Þannig að hvað gerum við þegar það er erfitt að elska? Ég ætla best að spyrja hvað gerir Jesú Kristur þegar það var erfitt að elska. Á krossinum þá bað hann fyrir þeim sem krossfestu hann. Og svar okkar þá hvað getum við gert? Hvað gerum við þegar það er erfitt að elska? Við elskum vel. Það sem hjónaband snýst um. Ekki bara gefa og taka, heldur gefa. Þú getur spilað undirfagra tónlist fagnaðarerindið. Þú getur predikað með yndislegum orðaforða. Þú getur staðið á kassa niður í miðbæ allt þitt líf og deilt fagnaðarendir með fólki. En ef hjónaband þitt predikar ekki fagnaðarendir líka, þá eru líkur á því að enginn taki tóna þín alvarlega. Eða það sem þú segir alvarlega. Að það sem við fáum að gera í hjónaböndum er að segja frá fagnaðarerindinu á einstakan hátt. Og í hjónaböndum okkar þá höfum við einstakt tækifæri til þess að sýna trú okkar í verki, þess að endurspegla trúarsögu okkar, það er hvernig Kristur elskaði kirkjuna sína og ást okkar fyrir hvort öðru og Guði og fagnaðarerindinu kemur ekki einungis út í orðum okkar heldur einnig í gjörðum okkar.
Getur þú ímyndað þér hversu öðruvísi menning þetta hefur verið með við grískt samfélag á þessum tíma þegar þetta var skrifað? Að það var ekki sérstaklega við konur. Þegar Páll skrifar konur fyrir undirgefum eiginmönnum ykkar, það var ekki það sem var skandall í gamla daga. Það var það hann segir að eiginmennir eigi að elska konur sínar eins og Kristur elskaði kirkjuna og leggja sjálfan sig í söluna fyrir hana. Það var skandall í grísku samfélagi. Það var horft á konur sem eins konar eign og það sem kallarnir gerðu var að fara út og stundum skildu við konuna sína í 1 eða 2 daga til að fara og gera það sem þau vildu og koma svo aftur, fóru í musterisorgir og hvað annað. Að ofbeldi gagnvart konum var hræðilegt á þessum tíma. Þannig að það sem skandall við, eins og þegar Páll skrifar í Efesubréfinu 5, að kallar eigi að elska konuna sína eins og Kristur elskaði kirkjuna, það var skandallinn var það sem hann skrifaði. Það er það sem við fáum að gera. Við fáum að endurspegla hvernig Kristur elskaði kirkjuna. Geturðu ímyndað þér líka bara í dag, ef við fáum, mér finnst ótrúlega magnað, ég var að tala við forstöðumanninn í kirkju sem við erum í og hann sagði að það eru mörg vandamál, ég held að kirkjan þeirra sé orðin 200 manns eða eitthvað svoleiðis. Og hann segir að það eru mjög mörg vandamál sem hafa komið upp í hjónabandinum í kirkjunni okkar, en ég held í 10 ár af kirkjunni okkar að vera til staðar ekki eitt skilnaður hafa átt sér stað. Fólkið okkar hefur elskað hvort annað mjög vel og hefur, þegar það horfir á fagnaðarerindið, ákveðið að elska hvort annað jafnvel í gegnum ótrúlegar erfiðar kringumstæður. Og það er ótrúlegt. Sérstaklega í samfélagi þar sem að það er eiginlega undantekningin að hjónaband endist út lífið. Hversu magnað væri að vera öðruvísi samfélag. Og ég held að þegar það kemur að því að hvernig við elskum og hvernig við lifum og njótum gjafa Guðs, að 1. Pétursbréf 2. kafli sé góð skipun fyrir okkur í dag. Þannig að mér langar bara að enda á þessu að lesa 1. Pétursbréf 2. kafla, vers 9-12. Því hér skrifar Pétur: En þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlýður, til þess að þér skulið víðfræga dáðir hans sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þeir sem áður voruð lýður, ekki lýður, eru nú orðnir lýður Guðs lýður. Þeir sem ekki nutuð miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þér elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Hefðu þeir vel meðal heiðinganna til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjáu góðverk ykkar og vessa með Guð á tímum vitjunar. Þannig að ég legg til og ég veit að fólk hefur gengið gegnum skilnað, ég veit að fólk þekkir fólk sem hefur gengið gegnum skilnað, ég veit að þetta er erfitt að díla við. Á sama tíma þá legg ég til að við berjumst fyrir hjónaböndum okkar, við berjumst fyrir ástinni, við berjumst fyrir Guðs góðu gjöfum og við berjumst til þess að fólk megi sjá það sem við vendum og vessa með Guð. Það megi sjá fólk sem lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur lifir fyrir það að elska og megi vessa með Guð.